Komiði sæl og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Að venju fáum við til okkar góða gesti hingað í kvöld. Við byrjum að því að ræða við hana Berglindi Bersen, innanhúsarkitekt. Já, ég fór og hitt hana Berglindi og við ræddum hönnun baðherbergisrýma, hvað þarf að hafa í huga varðandi notagildi og fagurfræði. Nú, þú ræddir líka við hana Láru. Já, ég heimsótti hana Láru Jónsdóttur í Blómavall og við ræddum aðeins þær pottaplöntur sem eru vinsælastar í dag og umhirðu þeirra. Síðan ræðum við Silju Dögg Sigurjónsdóttur, líffræðing og fagstjóra hjá verkfræðistofunni Eflu. En verkfræðistofan Efla hefur verið að sinna forvarnaverkefnum gagnvart rakaskemmdum og myglum og veita ráðgjöf sem mjög áhugavert að heyra um. Og síðan náttúrulega átak. Já, ég fór og heimsótti hann Guðmund Hannesson sem sölustjóri þar á bæ og við fórum aðeins að ræða utanhús viðhald. En við ætlum að byrja því að ræða við hana Berglindi Bersen, innanhúsarkitekt. Já, velkomin í þáttinn til okkar Berglind. Takk. Virkilega gaman að fá að koma hingað til þín á vinnustofuna og spjalla. Já, takk fyrir mig. Okkur leikur svolítið forvitna að vita hvað þú hefur í huga þegar þú ert að til dæmis hanna baðherbergisrými. Já, það þarf náttúrulega að hugsa tvennt. Það notagildi að sjálfsögðu og svo líka fagurfræðin. Mér finnst hún ekki skipta síðra máli. Og svo náttúrulega þriði þátturinn lýsing. Þessi þrír þættir þeir bara verða að halda stað. Þannig að útkoma verði sem best. Það sem ég reyni alltaf að gera þegar ég horfi á baðherbergisflöt, mér finnst það skiptir eiginlega ekki máli hversu stórt baðherbergið er. Við getum verið með lítil baðherbergi, við erum með mjög stór baðherbergi. En við þurfum alltaf að ná sem bestri nýtni út úr því. Þannig eins og þegar við erum með lítil baðherbergi, það er alveg ótrúlegt að koma inn í kannski gömul baðherbergi eða bara tómrými og það sem við getum gert, það er svo mikið. Það er, bara að hafa sturtu sem er ekki aflokuð, bara með einu gleri, bara walk-in sturtu og það er strax búið að stækka rýmið, bara að hafa bara eitt stakt gler, góðar skúffur, góðar innréttingar, djúpar innréttingar og svo er bara lýsingin, hún skiptir rosalega miklu máli, hafa góða vinnubirtu eins og fyrir okkur kvenfólki, þetta skiptir strákarnir náttúrulega ekki jafn miklu máli en þetta skiptir okkur gífurlega miklu máli og þá reyni ég yfirleitt að búa til lýsingu á bak við spegla sem að lýsir upp andlitið, við þurfum birtun upp andlitið og svo þurfum við birtu á okkur, þannig að hvort hún komi hérna eða bara öðrum megin, þannig að ég er oft farin að setja ljós sem er ekki endilega kannski áfyrst á speilin, heldur meira kannski bara á arminn sem bara svolítið stundir bara skrifstofulampar til dæmis. Þannig að ég brýt þetta form mjög mikið upp. En það sem ég skipta miklu máli líka í baðherbergishönnun þessi stemning, að búa til mjög svona bara afslappaða stemningu og svona kannski þessa spa-stemningu. Þannig að ég nota mikið í minni hönnun eins og bara hefur oft sést. Ég nota mikið bara svolítið dökka flísar, dökkar innréttingar, frekar til svolítið svona notarlega stemningu. Já, þannig að fólki líður vel inn á baðherberginu og bara... Já, ég reyni lítið að hanna með hvítum flísum eða alveg alls snjóhvítt. Það verður að vera eitthvað uppbrot í því. Já. En að sjálfsögðu auðvitað hanna í ljós baðherbergi líka að sjálfsögðu. En þá verður að vera eitthvað notalegt með, þá plöntur eða eitthvað. Já, blandar einhverju með. Blanda einhverju með. En það er heilmargt sem þarf að hafa í huga þegar þú ert að undirbúa baðherbergisrýmið. Já, og fólk heldur oft að kannski þetta taki lítinn tíma en baðherbergishönnun tekur mikinn tíma því það þarf að huga að miklu í svona litlu rými líka bara til að fá sem bara besta nýtni og bara þessa stemningu. Og mér finnst eiginlega ekki skipta máli heldur hversu stór rýmin eru. Það er alltaf jafn flókið eða jafn, að hanna baðherbergi. Hvort það sé lítið eða stórt. Akkurat. En svo er annað sem ég líka tekið eftir mjög mikið. Það er frístandandi baðkur. Þau eru mjög vinsæl. Er það ekki rétt? Jú, ég nota orðið eingöngu frístandandi baðkur í mína hönnun. Og fólk heldur að það sé dýrara. Það er ekki. Nei. Þau eru ekki dýrari. Ég meina því þú ert eftir að sitja vinnunni ef þú kaupir venjulegt baðkar, þá eftir að smíða í kringu það, þá eftir að flísalegja það er vinnan í kringu það. Ef maður tækir bara þetta saman, þá ertu alveg bara komin langt upp í frísandi baðkar. Þannig að mér finnst þau bara búa til meira pláss, það verður eitthvað skemmtilegra flæði í kringu þau, segir nú ekki ef þú ert með stórt pláss, þá getur labba hringinn eða tekið svolítið frá eða hvernig sem það er. Og þá hef ég mikið verið að setja annarkvort blöndunartækin beint upp frá gólfinu
þannig að þú ert með bara handbrúsuna og blöndunartækin sjálf frá gólfinu eða þá að þú brjóta þetta upp og hafa kannski bara stútinn og blöndunartækin sjálf frá veggnum. Þannig ég brýt þetta svolítið upp og þetta er oft bara persónubundið hvað fólk vill. Já, þetta er mjög skemmtilegt, mjög. Þetta er mjög skemmtilegt og þar sem ég fæ að hafa frísandi baðkur, þá er alveg fólk er ofboðslega ánægt nútkomuna. Já, mjög spennandi. Og svo er það líka með sturturnar. Nú er kannski margir sem vilja hafa það mjög stórar og þú nefndir áðan einmitt að hafa bara sturtuna og gler. Já. Ég meina, er þetta ekki orðið bara miklu meira? Það er undantekningarlaust hanna ég svona sturtur. Ég er eiginlega aldrei hanna sturtuklefa eða lokaða klefa. Yfirleitt eru bara opnir. Og maður bara passar svolítið upp á breiddina, þú veist hver breiddin er og hver stærðin er á glerinu. Þannig að það sé ekki skutlast vatni eða svona, en þetta bara býr til svo óbúslega mikla möguleika að hafa opinn sturtuklefa. Já, nákvæmlega. Og svo er líka svo blöndunartækin og annað. Nú er komið svo virkilega gott og vanda úrval af blöndunartækjum og eins og þú segir, þú getur haft frístandandi á gólfið og í körunum saman með vask og annað. Já, og líka sko, þetta er kannski líka svolítið gömul mýta að það sé dýrara að hafa innfæld blöndunartæki og dýrara, þú veist, auðvitað jú, ég meina það þarf að fræsa kannski aðeins meira en á endanum er þetta alltaf vinna. Hvort sem þetta er að koma í þessum, þú veist, eins og svokallum ömmuhausum eða bara beint frá veggnum og það sem ég ger eins og með sturturnar, ég set alltaf sturtutækin á við endan á glerinu og geng síðan þannig inn þannig að þú lendir aldrei basically undir bununni þegar þú ferð í sturtu og eins og með blöndunartæki fyrir baðkurinn, það er að sama, ég meina jú að sjálfsögt það tækið er dýrara sem kemur upp frá gólfinu en veist, þetta er allt vinna hvernig sem þú gerir þetta. Nákvæmlega. Takk kærlega fyrir góð ráð, Berglind, og þau koma sér alveg eflaust vel fyrir mjög marga. Takk fyrir mig. Og bara verið gaman að fylgjast með þér. Takk fyrir mig. Hjartanlega velkomin, Lára, hingað til okkar í þáttinn. Takk fyrir, kærlega. Það er hérna svo mikið að gerast í pottaplöntunum í dag. Allir vilja eiga pottaplöntur og það er nú bara mikið ánægjuefni að sjá að nú eru heimilin að verða græn aftur. En segðu mér eitt, hvað eru svona vinsælustu pottaplönturna núna? Það eru þó nokkuð margar sem við getum boðið upp og fólk er farið að velja sér. Við náttúrulega getum bara nefnt þessa klassísku friðaliljuna og indjánafjörina sem hafa gengið í gegnum heimilinn nokkuð marga áratugi en eru komnar aftur. Og svo er kínversk peningaplanta til dæmis, lítil sæt planta sem er viljug og skemmtileg og orkídean stendur alltaf fyrir sínu, eitthvað blómstrandi eins og ástareldurinn sem getur verið til allt árið og ekki megum við gleyma monsterinu eða rifblöðkunni með stóru blöðunum sem verða svona aðeins rifin, þetta er alveg hitt núna. En svo er fólk forvitið og leitar alltaf einhverju nýju, finnur alltaf eitthvað svona á netinu, eitthvað spennandi svona sem er verið að fjalla um. Já, það eru margar plöntur sem hafa verið að koma inn aftur sem voru áður og svo er það svolítið þessar stóru grænu plöntur. Já, þessar sem ég nefndi áðan eru líka í flokki með þeim plöntum sem eru sagðar hreinsa andrúmsloftið og eru mjög vinsælar náttúrulega. Setja eins og indjánafjörin náttúrulega er þægilega setjana segjum bara inn í svona skrifstofuhúsnæði og það sem allt er að gerast í allavega geislun, þá náttúrulega er hún sniðug af því að hún er auðvelt. Auðvelt að hugsa um hana og gefur súrefni líka. Já, akkurat, þetta er mjög áhugavert. Segðu mér, svo þarf að hugsa um þessar plöntur og hún nefnir að hún sé auðvelt, indjánaplantan. Eru allar þessar plöntur auðveldar? Ég nefni orkídíuna. Mörgum finnst mjög erfitt að halda lífi í henni. Já, það er dálítið merkilegt með þessa orkídeu. Þessi orkídea sem við seljum mest af og er tegundin Phalaenopsis. Hún er auðveld. Ef hún er bara fær góða birtu, maður setur hann náttúrulega ekki út í suðurglugga, ekki að sumri, en hefur hann bara innan við góða birtuglugga og við svo sem hefum eina reglu, vökva hana einu sinni í viku með desilítra, þá standa þeir sig ágætlega en svo finna náttúrulega þeir sem eru flinkastir út sína aðferð.
Já, en þetta svona bara reglan að þið fái alltaf einhvern raka. Já. Svo má alltaf kannski aðeins bæta í og svo. Já, það er þannig. Já. Á þetta líka svolítið við eins og monsterplöntuna líka. Það er hún litla vökvun. Já, það er svona eiginlega reglum fá að þorna. Að moldin ná að þorna, þannig að moldin fái líka súrefni og sé ekki dýblaut. Þannig að monsteran, það er hægt að hafa monsterina bara í herbergi þar sem er gluggi. Nú ef hún fer fjær glugganum að þá bara vökvar maður minna. Og maður fær kannski ekki eins kröftug blöð, en hún er mjög dugleg. Hún er líka dugleg. Mjög áhugavert. En hvað með kaktusana? Ég sagði að þeir koma aðeins inn líka í vetur. Eru þeir að detta út aftur? Nei, það er alltaf áhugi á kaktusum og þá koma þeir náttúrulega sterkt inn, kaktusar og þykkblóðungar. Þegar fólk vil setja eitthvað sætt í bjarta glugga eins og suðurglugga því að þeir eru náttúrulega að koma úr eyðimörkum og vilja góða birtu. Þeir vilja góða birtu. Já, en ég veit að sumir setja þá í minni birtu og þá er bara sveltað og þá eru þeir kannski til einhvern tíma, einhvern langan tíma, eða svona, já, ég þori ekki að nefna þenn tíma, en svo náttúrulega allt í einu eru við búnir, en ef þú ætla að láta það vaxa og dafna þá eru þið settir í glugga. Þá eru þið settir í glugga. Áhugavert. En svo er ekki bara það, nú líka vill fólk setja eitthvað fallegt undir og utan plönturnar sínar og er það ekki líka orðið svolítið móðins að vera með einhvers konar blómastanda sem var áður fyrr? Er það ekki svolítið að koma inn og Jú, og það er ýmislegt til í því og skemmtilegt einmitt og getur verið, já þá kannski fólktu upp með að fá sér aðeins minni plöntu því að það er náttúrulega standurinn hækkað upp og svo náttúrulega vaksa plönturnar og það er kannski hægt að setja það niður á gólf. Og eitt náttúrulega er gaman náttúrulega að setja saman, kannski eitthvað tvennt eða þrennt saman í grúppu með mismunandi blaðlagi og svona það kemur oft vel út og standarnir náttúrulega er skemmtilegir. Ef fólk kemur til ykkar í Blómaval og vill fá svona ráðgjöf, hvaða plöntur henta vel í ákveðin rými eða ákveðna potta, eru þið með svo bjóðið upp á slíka ráðgjöf? Já, ég er eiginlega í þessu alla daga og þá spyr ég nokkurra spurninga, hvar viltu hafa hana, hvernig er birtan og svona og þá reyni ég að finna plöntuna sem hentar og fólk fær smá leiðbeiningar heyrðu. Þannig að þú finnur réttu plöntuna fyrir fólki, draumaplöntuna. Já, svona það hefur óskalista og ef ég á hann ekki til þá reynir ég að finna eitthvað svona næsta bæði. Takk kærlega fyrir þessu góðu ráð og gott að vita af þér í Blómavali. Takk fyrir. Takk. Næst eru það auglýsingar en farið ekki langt. Við ætlum að ræða við þau Sylgju Dögg Sigurjónsdóttur og Guðmund Hannesson frá Áltak. Velkomin í þáttinn aftur. Já, nú ætlum við að ræða við hana Sylgju Dögg Sigurjónsdóttur sem er líffræðingur og fagstjóri hjá verkfræðistofunni Eglu og þar ætlum við að ræða rakaskemmdir og myglu meðal annars. Þið eru velkomin Sylgja Dögg í þáttinn til okkar. Takk fyrir. Það er mikil ánægja að fá þig hingað og fræðast aðeins það sem þið eru að gera hjá Eglu. Þið eru með mikið forvarnastarf og sérhæfið ykkur í líka að finna rakaskemmdir og myglu. Segðu mér hvernig getur maður fundið myglu? Hvernig getur maður fundið myglu? Það eru í rauninni mörg púsl í því púsluspili og við í rauninni horfum ekki bara á myglu, heldur horfum á rakaskemmdir í víðara samhengi að því mygla er bara eitt af einkennum rakaskemmda. Ég skil. Og það sem veldur okkur til dæmis heilsufarskvillum, vitum við í rauninni ekki hvort það er aðalsökudólgurinn mygla eða eitthvað annað. Þannig að okkar rannsóknir og úttektir fara þannig fram og skiptir mestu máli að hafa reyndan mann til að skoða, rakamæla, þekkja byggingalag og síðan eru tekin sýni til þess að athuga hvort við finnum bakteríur eða myglu eða við tökum DNA-test jafnvel á húsnæði og það er svona í rauninni síðasta púsluspilið. Það er síðasta púsluspilið? Það er síðasta púsluspilið. Þegar þið farin. Og eins og segjum svo að það finnist mygla, eða þú veist það er rakaskemmdir og svo þarlendi verður mygla til staðar. Hvað er það hægt að gera?
Það er svo margt sem þetta að gera og fyrirbyggja. Þegar við finnum rakaskemmdir, þá segir raunin bara Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, þetta er heilsuspillandi ástand og við eigum að forðast það. Og við eigum að fjarlægja rakaskemmt byggingarefni og hreinsa á eftir. Þess er svo mikilvægt að við sem húseigendur fylgjumst með húsunum okkar, þau eiga að vera þurr og þau eiga ekki að leka og eiga að vera þokkalega hrein. Það er það sem skiptir máli og við eigum að bregðast við ef það kemur vatnstjón eða leki. Já, þannig að það er þessar forvarnir, þær eru mjög mikilvægar til að koma vekk fyrir að þetta gerist. Já, og hegðun okkar sem notenda er líka mjög mikilvæg. Við áttum okkur á því þegar allir kom heim á vinnunni, fyrir að elda, fyrir í sturtu og setja þvottavélarnar í gang. Þá erum við kannski að bæta það miklu raka í innilofti hjá okkur að við erum að valda kannski vandræðum í húsinu okkar. Skil, það hefur áhrif. Já, við sjálf þurfum að læra að hegða okkur að búa í húsunum okkar. Já, akkurat. En segum við, nú er stundum talað eins og að mygla eða rakaskemmdir þetta sé einhvers konar tíska. Ég meina, er það nokkuð rétt? Tíska? Nei. Þetta er vitundarvakning. Frá því að við maðurinn fórum að byggja okkur skýli og skjól, þá höfum við verið með rakaskemmdir í okkar skjóli og húsnæði. Það er alveg á hreinu og það mun fylgja okkur og biblían með þess að tala rakaskemmdir og heilsufarsáhrif og hvernig þetta hreinsa. Þannig að þetta er ekki tískubylgja, þetta er vitundavakning hérlendis og mun fylgja okkur áfram. Ég er ekki viss við sigrumst af vandamálinu, en við getum takmarkað og við getum bætt okkur á margan hátt. Já, við getum það. Það er bara að vera með öflugri forvarnir. En við höfum samt verið núna lent mikið í því að fólk hefur verið að veikjast gríðarlega. Þú veist, það hefur í auknum mæli erum við að finna það að þessar rakaskemmdir og miklur að hafa áhrif á heilsufar fólks. Hvernig getur fólk fundið þessi einkenni að þetta getur hugsanlega verið út frá raka eða myglu? Í rauninni það er rosalega erfitt. Þetta eru rosalega mörg einkenni og eru einstaklingsbundin líka. Það eru öndunarfæra einkenni og ýmislegt verkir og auknar sýkingar í ennisholum og annað sem það er. Og þessi listi er rauninni, hvað ég var að segja, 30-40 einkenni sem fólk getur fundið og tikkar oft í boxinn svona fyrir 25-30 einkenni. En það sem að fólk á sameiginlegt er að þetta tengist viðveru í ákveðnu húsnæði. Þannig að einkenni minnki eða lægist þegar annarkvort húsnæði er lagað eða þú yfirgefur húsnæði. Já, þá getur fólk fundið þetta út í sjálfu sér. Eru þið að aðstoða fólk við að greina og svona? Þú meina heilsufars? Já, þið farið í húsin til þeirra og veitum ákveðna ráðgjöf hvort að þarna um rakaskemmd að ræða eða eitthvað meira og leiðbeinið þið fólkinu áfram ef að það talar til dæmis heilsufarsbreytingar. Sko, við erum með mjög faglegt teymi og frábært teymi Eflu. Við erum með líffræðing og byggingaræðisfræðing, verkfræðing, byggingatækni, byggingafræðing og hjúkrunarfræðing og með gráði í lýðheilsu líka. Þannig að þetta er ansið þverfaglegt svið sem við erum með. Þannig að við getum leiðbeint fólki að bæta innivistana hjá sér. Og það þarf ekki að snúa bara rak og myglu. Það eru efnin sem við erum að nota og hvernig við þrífum og annað sem og opnum gluggana. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að lofta út. Lofta út. Þannig að þið veitir fólki góða ráðgjöf við varðandi þetta. Já, við reynum það, en það er ekki til í rauninni neitt svona meðferðarúrræði í dag vegna þess að vísindin hafa ekki sagt okkur nákvæmlega hvaða þáttur það er sem er að valda okkur þessum usla í heilsufari. Það er vandinn og þá hvernig við að grípa það eina sem við höfum forðumst rakaskemmdir og höfum húsnæði okkur þurrt. Já, nákvæmlega. Það snýst þetta. Já. Og er þá ekki bara góð ráð til fólks nákvæmlega svo þegar þú ert jafnvel að kaupa nýja fasteign, ert að skoða hús og annað slíkt. Er ekki mjög mikilvægt að hafa þetta í huga, að skoða vel hvort einhver raki leynist? Sko, við má ekki gleyma því að fasteignakaup er stærsta fjárfesting í lífinu. Og þú vilt í fyrsta lagi að hún viðhaldi verðmæti sínu, ekki satt? Og svo viljum við líka að okkur líði vel í húsinu okkar. Þannig að viðhald og umhirða húsnæði og skoðun áður en við kaupum. Gamalt húsnæði er ekki sama ástandi og endilega nýtt. En að við gerum okkur grein fyrir því að við kaupum. Það er ekkert að því að kaupa gamalt húsnæði. Nei, alls ekki. En það á ekki að koma okkur á óvart ef við kaupum húsnæði með 70 ára gamalt þak að það þurfi kannski að fara eitthvað að lagfæra. Það vill svolítið verða til að fólk er að hringja og er gáttað á því að það þurfi að fara að taka allt í gegn.
Þannig að við þurfum að auka líka í samfélaginu þessar fasteignaskoðanir þannig að fólk sé meðvitað hvað það er að kaupa. Já. En sem leita fólk mikið til ykkar? Finnið þið, er aukinn fjöldi sem að kemur til ykkar til Eflu og fær bæði ráðgjöf og aukna forvarnir? Já, við erum að fara á kannski 3 til 5 heimili á hverjum degi. Já. Og fyrirtæki líka. Þannig að það vitundavakningin, hún er til staðar og við ætlum að gera betur og tryggja það að reyna að koma veg fyrir að til dæmis verða heilsuveill vegna þessa. Við getum það, það er ekki spurning. Það eru kæra þakkir fyrir þessi góðu ráð, Silja Dögg. Þetta er virkilega áhugavert og ég er sannfærð að það er vitundavakning og við reynum að gera ennþá betur. Það er ekki spurning og við getum það. Takk fyrir. Takk. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað, Guðmundur. Já, okkar ánægðin og velkomin. Takk fyrir. Nú er náttúrulega að fara að vora og þetta fallegt veður úti og svona. Þá fer fólk náttúrulega að hugsa viðhald fasteigna sína að utanverðu. Vill fara að laga til og taka ákvarðanir og svo framvegis. Þið eru aðeins með ýmsar góða lausnir ef að til dæmis við endurbætur á eldra húsnæði varðandi klæðningar og annað slíkt. Getur aðeins sagt okkur frá hvað þið eru að bjóða upp á í klæðningum? Já, vissulega. Við erum með mikið úrval í klæðningunum eins og segir réttilega. Já. Og erum með í framleiðslu sem er mjög vinsæl í þessar klæðningar. Já. Við leggjum náttúrulega mikið upp úr álklæðningunum sem við höfum náttúrulega sérhæft okkur í og við erum með mjög breiða línu og í stöðugri vöruþróun á þeim vettvangi. Einnig bjóðum við upp á öll undirkerfi og aðstofum fólk með lausnir með þarf. Já, akkurat. Það er náttúrulega, þegar maður er að velja sér efni í klæðningu, maður ætlar að klæða húsið sitt að utan, skiptir ekki miklu máli hvers konar efni maður er að velja? Alveg klárlega. Já. Maður á aldrei að spara í efni, maður á alltaf að velja besta efni fáanlegt því umfangið í kringum framkvæmdina, það er hvort sem þessi nýtt hús eða verið að klæða eldra hús er nánast alltaf það sama. Já. Þannig að það skiptir svo miklu máli að þetta séu góð efni sem eru til friðs og endist eins og fleiri áratugi eins og við leggjum upp með. Já, þið eru þarna að tala um gæði. Fram yfir staðinn fyrir að fara kannski bara í steypuviðgerðir og mála, en með því að klæða hús þá erum við að vernda það enn frekar og það er langtíma lausn, ekki sant? Já, miklu meiri langtíma lausn og losna úr þessum 3 til 5 ára múrviðgerðarfasa og koma steypunni í skjól með alvöru einangrun og klæðningu yfir það. Já. Það sér enginn eftir því. Nei, nákvæmlega. Þið bjóðu líka upp á þakklæðningar, ekki satt? Jú, vissulega við erum með okkar eigin framleiðslu á þakefni. Við erum í bárum og ýmsum prófílum. Já, það er eins og það er bara framleitt hér á staðnum, það er engin milliliður. Nei, við framleiðum sjálfir og í þeim óskalengdum sem að viðskiptavinurinn vill. Já, það er mikill kostur. Já, og með skömmum fyrirvara. Já. En segðu aðeins nánar frá efnunum, getur aðeins lýst þeim efnum sem að þið bjóðið upp á og hvað þau hafa hvaða eiginleika þau hafa? Já, svo ég náttúrulega taki fyrir álið sem við náttúrulega kennum okkur við. Já. Þá hefur það náttúrulega þennan eiginleika að það er auðvelt að forma það og koma því í allskyns útgáfur. Svo brunavarnir eru mjög mikilvægar í dag. Og er það ekki líka betri kostur að klæða hús upp á að verjast eldi? Jú, og það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli, tala nú ekki ef þetta er orðið 2 eða 3 eða fleiri hæðir, að klæðningin og undirkjörið sé með þeim hætti að það brenni alls ekki. Já. Og þetta er nokkuð sem við höfum alltaf hort mikið í, að klæðningin sé kallað A1 flokkur sem er með öllu óbrennanlegur. Það er ekki nein hætta að klæðningin beri eld á milli íbúða. Nei, það er mikill kostur, mjög gott. En svo ég tók eftir öðru ég var að skoða hjá okkur það sem þið eru að framleiða og selja. Það er af því að við erum að tala um vorið og þá náttúrulega fyrir fólki þessar framkvæmdir, það eru utanhús framkvæmdirnar, en svo líka pallagerð.
Þeir eru komið skemmtilega lausnir til þess að einfalda fólki grunnvinnuna við pallagerð. Segðu okkur aðeins frá því. Já, mikið rétt. Við tókum inn Krinner jarðvegsskrúfur fyrir núna nokkrum árum sem hafa verið að koma sérlega vel út. Já. Þær hafa þann kost að þær eru svo einfaldar að í stað þess að vera að grafa niður hólka og steypa, þá skrúan tekin og skrúin niður með mjög einfaldum hætti með vél sem við leigjum út samhliða. Þannig að grunnvinnan tekur einungis örfáar klukkustundir í mesta lagi og þá hægt að byrja að setja upp pallinn. Þetta algjör lúxus. Mikil gæði, þvílíkur tímasparnaður að vera ekki úti að moka kannski 2-3 daga. Já, þú byrjar að reisa pallinn samdægurs. Samdægurs, mjög gott. Og þetta ekki orðið mjög vinsælt? Jú, þetta eykst alveg stöðugt ár frá ári. Já. En svo bjóðið náttúrulega upp á góða þjónustu fyrir kúnnan ykkar og svona eins og þú segir bæði með þetta og utanhúsklæðningarnar og annað. Getur fólk bara komið hingað og fengið ráðgjöf? Já, dyr okkar eru alltaf opnar og við erum boðin og fús til þess að bjóða okkar viðskiptunum upp á alla þá ráðgjöf sem við mögulega getum veitt. Já. Í dag orðið hjartans mála að búa við góða hljóðvist. Þið eru með margar lausnir fyrir því og ég veit að kröfur fólks hafa aukist að hafa góða hljóðvist heima hjá sér. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, við höfum svo sannarlega fundið fyrir því að það náttúrulega aukin krafa í öllum skólum að hljóðvistarmálið sé í lagi og öllum fyrirtækjum sjálfsögðu. Þannig að fólk þreytir síður að vera á þeim stöðum allan daginn. Já. Einnig mikið að fólk sé að koma og leita ráða hvað það getur gert heima hjá sér. Já. Við erum með ýmsar lausnir fyrir það samhliða hinu. Já, frábært. Takk kærlega fyrir þetta og virkilega gaman að sjá hvað er að gera. Takk sömuleiðis. Fleira verður ekki í þættinum að þessu sinni. En við sjáumst á viku liðinni. Verið þið sæl.